þetta svolítið svona, þetta alveg í sama anda þetta að tala slaufuna menningu sem einhvers konar þá gagnrýni á svona réttindabaráttu kannski meira núna nýlega komið út í að tala vonda vókfólkið sem að sé að eyðileggja allt í samfélaginu sko. Þú verðist vera ein fárra fræðimanna eða fræðimanneskja sem að hefur beint ávarpað cancel culture eða slaufun og menningu svona í fræðilegu samhengi. Af hverju fórstu að gera það? Sko, ég hef haft mikinn áhuga á til dæmis MeToo-hreyfingunni og svona hef verið og fór einhvern veginn út í að rannsaka ýmsar hliðar á henni og það kom náttúrulega upp þessi svona umræða, já svona fljótlega, svona tiltölulega fljótt svona eftir að MeToo kom fram og þá var farið að tala að slaufunarmenningu, að þetta það væri alltaf verið að slaufa fólki fyrir litlar eða engar sakir og svo framvegis og þetta væri svona slaufunarmenning og mér fannst ég svona fekk áhuga á því að fara að skoða það betur hvað það sem fólk á við þarna og þetta rétt og hver hinn siðferðilegi skaði fyrir þann sem slaufað og hvað þetta eitthvað sem hægt að gera öðruvísi og svo framvegis. Sko ég hef upplifað þetta sem svona þessar svona ásakanir slaufunarmenningu að ég hef upplifað þetta sem svona bakslagsviðbrögð við bæði við MeToo-hreyfingunni og fleiri svona baráttu réttindabaráttu hreyfingum sem að því að það náttúrulega ekki bara í sambandi við sko svona kynferðisofbeldismálin sem að þetta kemur upp með slaufun heldur í sambandi við ýmislegt annað líka og náttúrulega það sem að núna allt í einu síðasta, ég veit ekki, 1-2 árin að þá hefur fólk farið að tala einhvern veginn í auknum mæli vókisma eða vókmenningu eða eitthvað svoleiðis en ég sé svo sem óskuplítinn mun á áhugavert þú brúar þetta saman þannig að þú tengir umræðum slaufun og menningu og slaufun einhvern veginn við umræðana vók. Já, ég held að þetta sé sko, mér finnst þetta vera voðalega tengt af því að það sem að þetta svolítið svona, þetta alveg í sama anda þetta að tala slaufuna menningu sem einhvers konar þá gagnrýni á svona réttindabaráttu að það einhvern veginn kannski meira núna nýlega komið út í að tala vonda vókfólkið sem að sé að eyðileggja allt í samfélaginu sko. Einmitt. Ég ekkert svo lengur fyrir, nokkrum áratugum fyrr það var svona tímabil sem að var mikið talað náttúrulega réttrúnað eða sem sagt pólitískan réttrúnað eða political correctness og mér sýnist þetta allt vera í rauninni svona þetta eru svona bara aðeins nýjar útgáfur af því sama sko að þetta snýst allt að það sé fólk sem að að fara fram á í rauninni aukin mannréttindi eða aukin réttlæti til handa einhverjum jaðarsettum hópum og svo framvegis og viðbröðin við því eru að þetta baráttu fólk sé bara að eyðileggja allt í samfélaginu og hvort sem það kallað pólitískur réttrúnaður eða slaufunarmenning eða vókismi. Þú skrifar þarna greinar þetta fyrir bara í fræðilegu samhengi og ef ég stytti þessa mörg hundruð orða grein þína niður í eina setningu
og túlkana með einu orðum þú leiðrétti mig bara að þá basically hægt að segja ef ég skilji rétt að mönnum ekkert slaufað, hins vegar þegar maður skorar í sögulegu samhengi þá hefur þolendum verið slaufað. Er það rétt með farið? Já, kannski samt svolítið ónákvæmt að því að þú veist, ég menna það getur auðvitað alveg gerst að einhverju sé slaufað og ég veit ekki og hefur kannski alveg gerst en það sem að hefur náttúrulega verið kannski svolítið svona ábyrjandi ef mér fundist í kringum þessi svona MeToo tengdumál að ég meina það eru náttúrulega alveg sumir sem að hafa þurft að stíga til hliðar, víkja úr einhverjum embættum eða vinsældir þeirra hafa fallið eða dalað og svo framvegis og alveg hægt að tala slaufun þar en mér hefur sýnst að þeim takist nú yfirleitt að koma fljótt aftur og þeir séu fljótlega aftur komnir í svona fyrri eða svipaða stöðu. Já. Bara maður hugsa bara allir þeir þolendur sem að hafa sko í gegnum tíðina annarkvort ekki þorað að stíga fram af ótta viðbröðin en svo þau sem hafa gert það og hafa kannski fyrir vikið sko mist vini eða tengslu fjölskyldu sína og jafnvel verið útskoða samfélaginu og náttúrulega og það sem að við sjáum líka sko það er náttúrulega sérstaklega sko ef þolendur fara að nafngreina einhvern að þá og það eru náttúrulega þessi svona mótsagnakenndu viðbrögð sem við sjáum að það stígur einhver þolandi fram og segir mér var þetta ekki nauðgað hræðilega hátt eða eitthvað og þá kemur fullt af nöfnum gjör svo vel að segja hver gerði þetta og við viljum fá nöfn það þýðir ekki að koma með eitthvað svona og svo bara fá ekki að vita hver þetta var og svo er gerandi nafngreindur og þá verður allt vitlaust út af því að þá allt í einu hlýtur þolandinn að vera að ljúga. Já, þá er mannosmorð og slaufun. Já, þá er þetta orðið að einhverju sko árás á gerandan og verið að slaufa einhverjum vesalingsmanni og allt það. Sko ég held að manneskjur séu bara upp til hópa voðalega sko við viljum vera vel liðin í okkar samfélagi og við viljum líka allavega flest held ég svona gera rétt og geta litið á okkur sjálf sem góðar manneskjur sem að sé að gera rétta hluti og það er svolítið erfitt að fá það framan í sig sko að þú ert búin að vera bara áratugum saman að gera eitthvað sem er slæmt og sem að skadar annað fólk og jafnvel þó að þú hefur ekki gert þér grein fyrir því og það er bara mjög erfitt að fá svoleiðis og gagnrýni og bara getur verið mjög erfitt að taka því og sko við sjáum þetta alveg líka í sambandi við alls konar svona hluti þegar að því að það verða svona viðhorsbreytingar með tímanum eins og til dæmis gamlar barnabækur sem að er farið að tala að það sé rasismi í þeim og þá kannski hrekkur fólk í vörn af því að það sjálft las þessar bækur sem börn og fannst þær voða skemmtilegar og þá er það komið einhvern veginn, vá, er ég bara búin að vera var ég rasisti sem barn og það er alveg erfitt að svona, það þarf einhvern veginn að það er ákveðið skref einhvern veginn að geta tekið svoleiðis og hugsað ok, þó að ég hafi upplifað þetta sem eitthvað bara fullkomlega saklaust og skemmtilegt og ekki fattað rasismann eða hvað sem það var sem að var slæmt í þessu að þá verð ég að geta séð þetta með öðrum augum núna og það að ég hafi haft gaman að þessu að það að ég hafi hegðað mér svona einhvern veginn óafvitandi það þýðir ekki endilega að ég sé einhver vond manneskja. Af hverju á fólk svona erfitt með það? Af hverju fer fólk einhvern móðþróa
og er bara eitthvað, ég er engin rasisti þó að ég ætla sko að lesa þessar bækur fyrir börnin mín, þetta er bara menningar upp eitthvað svona, af hverju er fólk ekki bara ok. Ég held að það sé sko ég held að það þurfi bara ákveðin svona einhvern svona styrk og sjálfsörgi í rauninni til þess að geta höndlað svona gagnrýni, að geta hlustað og sagt já ok, þetta sem ég er búin að vera að gera, ég fattaði ekki að ég væri að, þú veist, særa hana fólk með þessu eða gera því lífið erfiðara einhvern veginn og nú ætla ég að reyna að gera betur og að því að það er ákveðin svona sjálfsgagnrýni sem að þarf að fara í gegnum. Hvað þýðir slaufun? Það er, já, náttúrulega góð spurning. Mér sýnist að það sé fyrst og fremst nú að tala um slaufun ef að það er einhver sem á í hlut sem að hefur verið í einhvers konar valdastöðu eða noti vinsælda eða í einhverju svona einhvers konar góðri stöðu í samfélaginu sem að verður svo fyrir gagnrýni fyrir að hafa með einhverjum hætti brotið einhverjar reglur eða brotið af sér með einhverjum hætti og er svo einhvern veginn hafnað og þarf þá að víkja úr þessari góðu stöðu sinni. Þegar ég held að við tölum ekki um slaufun ef það er einhver sem að hefur ekkert verið í neitt góðri stöðu fyrir. Þá einhver sem að er bara af því að þá er þú þarft að vera á einhvers konar stalli sem þú dettur niður af til þess að þessi tala um slaufun held ég. En svo er náttúrulega spurning hversu mikil útskúfun felst í því og það getur örugglega verið misjafnt. Já. En svo ég talaði um það geta verið náttúrulega bæði sko einhverjar svona mikilvægar ástæður fyrir því einhver sem að er í einhverju ábyrgðarstöðu sem að hefur með framkomu sinni sýnt að það er bara ekki hægt að treysta á viðkomandi í því starfi eða þeirri stöðu að þá er náttúrulega fullkomlega eðlilegt að ætlast til þess að viðkomandi hætti að vera í þessari stöðu og af því að þá svona hefur viðkomandi rauninni sýnt að ráða ekki við það en svo eru náttúrulega alls konar svona eins og af því að það er náttúrulega talað um bæði sko slaufun út frá hegðun eins og í sambandi við kynferðisbrot eða áreitni og ýmislegt svoleiðis en líka í sambandi við eitthvað sem fólk segir eða skrifar og það er kannski svolítið svona erfiðara eða mér finnst það allavega svona erfiðara að meta sko einhver skrifar eitthvað óviðeigandi á internetinu og hvernig eigum við hérna bregðast við því. Það er ekki eins og að sé einhver slaufunar nefnd eða slaufunar lögregla eða slaufunar dómstóll sem að tekur ákvarðanir já við ætlum að slaufa þessum og það mun fela þetta og þetta í sér. Það náttúrulega gerist ekki þannig. Nei. Heldur er það náttúrulega yfirleitt meira þannig að bara, ég veit ekki, einhver listamaður gerir eitthvað eða segir eitthvað sem að gengur alveg fram að fólki og þá er kannski bara fullt af fólki sem bara langar ekki til þess að hlusta á plöturnar lengur eða hvað sem það er sko. Og það er náttúrulega ekki takt að hvað ætlum við að gera í því svo sem Þegar þetta er tekið upp desember 2025 þá hef ég tekið eftir því að Auðun er að gefa út tónlist Auðun er að halda tónleika á Íslandi eða hélt tónleika á Íslandi Vísir var með sko þvílíka ræðu um það hvernig hann er stungið upp í það sem voru að reyna á slaufunum með þessari endurkomu sinni. Logi Bergmann er lausráðinn eða ýmist einhvers staðar ráðinn í fjölmiðlum hvort það var ekki á Bylgjunni eða eitthvað og er að stýra sjónvarpsþáttum og er gestur í sjónvarpsþáttum núna nýverið. Sölvi Tryggva er með eitt vinsælasta hlaðvarpið á Íslandi í dag og bara það er fullt af fólki að mæti viðtal til hann sem að vildi ekki gera það fyrir einhverjum tíma síðan. Sko mætir þetta þar að segja það að þeir hafi mistað það plattformið sitt tímabundið, mætir það skilgreiningu slaufun og svo eru þau konum tilbaka. Þú veist,
Einmitt, já, Hvernig getur þú adressað þetta? Já, Þessa stöðu? ég veit það ekki, ég menna kannski er hægt að segja að þeim hafi verið slaufa tímabundið. Ok. Ég veit að, já, ég meina Var þeim frestað? Þeim var frestað, já. Já, það er kannski einmitt, af því að það náttúrulega kemur það er kannski svolítið, já, það er svolítið góð pæling. Sko, í samhengi þetta, þá get ég einhvern veginn ekki annað en hugsað sko, ég hugsa Eddu Falag núna. Já. Sem að var með bara eitt stærstu áhrifamesta hlaðvarp á Íslandi Einmitt. Í 1-2 ár eða meira þar sem að, og sérstaklega þegar hún var að taka viðtöl við þolendur sem voru að segja frá sinni reynslu, bara algjörlega einhvern veginn svona baka upp á gögnum yfirleitt og bara svona faglega staða þessu, veit ég, frá fyrstu hendi þó að mörgum hafi ekki þótt það og ég meina, Eddu var slaufa, það er engin spurning Einmitt. Ég meina, hún er bara, það hefur ekki heyrst í henni í 2 ár, 3 ár Já. og bara hún er löngu hætt og hún er bara að gera eitthvað allt annað Einmitt. Hún bara breytti algjörlega kúrs Ég meina, Hildur Liljendal hún reynda vann aldrei við þetta Já. En henni var slaufað fyrir eitthvað sem annar gerði og fyrir utan alla þólenduna sem hafa stigið fram og hafa þurft að flýja land og svo framvegis En samt tölum við alltaf ekki strákana sem að, þú veist, gera einhver smá mistök og á aldrei að fyrirgefa Já Þetta meikar ekki sens Nei, en það er eitthvað sem að kemur sko það kemur svona vamleysiskrafa á fólk sem að einmitt að gaggrýna samfélagið eða í einhverju svona baróttu að ef að þú gerir einhver ein mistök eða er staðin að einhverju sem er slæmt að þá er það gripið sem einhvern veginn, hann er þá bara ömurlegur og vondur eftir allt saman og af því að það er einhvern veginn eins og það sé, já það er eins og það sé ætlast til þess að sko, til þess að geta gaggrýnt eitthvað í samfélaginu eða kerfinu eða sem annað fólk gerir að þá verðir þú að vera 100% fullkomin og hafa tandurhreina fortíð og að því að annars sé það einhver hræðileg ósamkvæmni og ósamkvæmni sé bara versti glæpur sem að hægt er að hugsa sér miklu verra heldur en nokkuð annað sem einhver hefur gert. Þú nefnir í greinni líka sem þú skrifaðir allavega inn á Vísindavefinn þú talar eitthvað moral panic, svona siðfár í samhengi við slaufun þú veist, hvað ertu að meina þegar þú ert að heimsækja þá kenningu, getur við sagt? Já, siðfár eða moral panic, já, það er sem sagt svona það sem er átt við með því, það er þegar það koma fram einhverju svona ýktar áhyggjur af því að einhver hópur í samfélaginu eða eitthvað sem að er í gangi sé bara að eyðileggja allt og þetta eru svona ýktar áhyggjur sem að sem sagt koma fram og það má náttúrulega segja til dæmis að já, eins og svona nornafár í gamla daga hafi verið dæmi siðfár þar sem að var einhver svona hópur tekin og bara já, þessar konur þarna, þær eru bara að eyðileggja allt og þetta er eitthvað sem að svona já, getur komið fram með ýmsum hætti og það er einmitt svona nokkuð sem að ég hef svona svolítið verið að velta fyrir mér hvort að eins og þetta tala slaufun og menningu hvort að það sé siðfár þar sem að verið að einhvern veginn svona halda því fram að þessar barátturhreyfingar séu bara að setja allt úr skorðum í samfélaginu og eyðileggja allt. Já. Eins og ég horfa á það allavega ein ástæða þess að þolendur voru svona mikið að stíga fram og ég meina MeToo-byltingin og allt þetta í einfaldar svakalega en er ef ég hef skilið rétt að þolendur upplöfu bara ekki að réttlandinu væri hægt að ná fram með neinum öðrum hætti heldur en að stíga fram og berskjalda sig og ég þekki ófáa þolendur enginn af þeim hafði sérstaklega ánægja af því að segja frá sinni sögu opinberlega
enginn af því græddi eitthvað á því, enginn af þeim sko, enginn og hérna þannig að þú veist, þetta var ekki gert fyrir einhvern frama eða peninga eða neitt, þetta var einhvers konar svona réttlætiskrafa og einhvers konar svona neyðarúrræði bara af því að fólk náttúrulega býr við vanlíðan sem að hefur brotið á og svo framvegis en hvernig horfið þú á það sko, ef að segja út frá siðferði, út frá hérna svona heimspekilegu sjónarhorni eða þínir fræðasviði, þú veist þessi aðferðafræði þegar að einhvern veginn hópur í samfélaginu tekur sér saman og reynir að knýja á eitthvað og menna, ok, við erum að tala slaufun þú veist að því að þú veist, það var svo mikið vælt ætla ég að segja, undan því að menn væru slaufaðir sem að var reynd að kalla til ábyrgðar er þetta gott fyrir samfélag að hafa svona, er þetta vont, þarf að gera eitthvað annað, þú veist, hvernig getum við einhvern veginn svona reynd að ná utanum þetta og síðan til þess að læra og til þess að síðan að, ég veit ekki, móta okkur eitthvað annað verklag, hvað sem það er í grasrótarhreyfingum eða aktivisma eða bara, þú veist, löggjafinn okkar eða whatever, þú veist, hvernig eigum við einhvern veginn þegar kerfið er eins og olíuskip, getum talað um réttakerfið, það einhvern veginn virðist ekki ná almennilega utan um kynferðisbrot þú veist, það er eitthvað gallað og fólk er almennt bara reitt sem að er ekki í valdastöðu og það ætlar að sér að gera eitthvað en það vil kannski ekki taka þátt í einhverju sem er neikvætt. Og þetta er náttúrulega bara rosalega stór og erfið spurning og hérna og að því að það, já, að því að sko eins og segir að fólk fer kannski út í að segja frá svona í bara því að það sér enga aðra kosti sko og það getur náttúrulega verið rosalega erfitt en það er þó eitt sem að sko mér finnst að hafi batnað við þetta, það er að það sko að ég held að það fylgi því ekki eins mikil skömm lengur að koma og segja ég var fyrir kynferðisofbeldi. Þetta var eitthvað sem að var bara einhverjum árum fyrr bara rosalega tabú að segja frásölega sko. Og hérna þannig að og það er náttúrulega bara mjög jákvætt að allavega ég held að sú skömm hafi minkað eða sýnist mér sko. Ok. Ef þú lítur yfir svona þetta sem við höfum verið að ræða og kannski í samhengi það sem ég er að nefna 5 ár fram í tíman eru blikur eða bjart framundan? Sko mér finnst ég bara verða að vera bjartsýn af því að það er eina leiðin til þess að bara sofa á nóttunni sko og af því annars er bara að leggjast undir sæng og gráta ég held að við verðum alltaf að halda í vonina og ekki gefast upp sko af því að það er líka bara svo mikilvægt að sko halda áfram að upplifa samstöðu ef að við svona hugsaum að eitthvað við viljum berjast fyrir einhverju réttlæti og víðsýni og bara kærleika meðal fólks og góðum samskiptum og góðu samfélagi að þá megum við ekki láta einhverjar svona neikvæðar hreyfingar eða raddir þakka niður í okkur og við þurfum að halda áfram og láta fólk vita af því að jú, við erum að hlusta og við erum til í að hlusta, við erum ekkert hætt